Já, ég heiti Benný og ætla að segja ykkur frá skáldsögunni minni Speglahúsið. Speglahúsið er saga 3 kvenna á 2 tímum innan sömu speglanum. Hún er í senn sögulegt skáldverk og nútímasaga. Tengist í rúmi, einfaldlega vegna þess að sögusvið er hið sama í báðum tilvikum. Svo tengist hún líka, eða sögurnar tengjast líka í tíma og í gegnum spegla. Speglunum er upphaflega komið fyrir á Brekkufæti, eins og húsið heitir, fyrst á 7. áratugnum. Þegar að tengdadóttir húsráðanda, hún hefur lamast í slysi og ver deginum á bekk undir eldhúsglugganum. Speglunum er komið fyrir svo að hún eigi hægara með að sjá í kringum sig út gluggann og jafnvel fyrir gáttina inn í stofu og víðar. Seinna kemur Rósa sér fyrir, hárgreiðslukona Rósa sem er vön að starfa innan spegla. Hún kemur sér fyrir innan þessa sömu spegla og hefur sett að fót mjög nýstárlega ferðaþjónustu. Hún býður gestum sínum að leggjast á bekkinn og upplifa veröld Lísu. Á meðan hún bakar fyrir kaffihúsið sem er í viðbyggingu við húsið sem hún hefur látið reisa og setur sig þar í spor Katrínar, föðurömmu sinnar sem var ráðskona í tíð Lísu, þarna 70 árum fyrr. Sögunum vindur fram til skiptis, það kemur til nútímasaga og baksaga, alltaf til skiptis og smám saman átt að lesandi sig á þessum miklu örlögum sem biðu fólksins þarna fyrir 70 árum og hvers vegna Rósa er komin þarna núna og búin að opna þessa ferðaþjónustu. Forlagið.